Og við byrjum á en fara í gegnum lögreglugerðir, það eru lögbrunavarnir frá 2000 og svo lögmannvirki, mannvirkjalögin frá 2010 og svo lögum byggingarvörur sem mjög vert að menn kynni sér því að það er búin að vera gildi svo lengi að það er að vera tímabært að fara eftir þeim en frá 2014 og svo eru náttúrulega bara byggingarreglugerðin okkar og leiðbeiningar sem Mannvirkjastofnun setur og svo samhæfðir staðlar eða EN-staðlar. En eins og segir, lög byggingarvörur sem tóku gildi 2014 þau setja þær kröfur að allar byggingarvörur í Íslandi eiga að vera CE-merktar og svoleiðis og sérstaklega fjalla hvaða vörur, ef þau eru ekki CE-merktar, hvað þá og ef þau eru samhæfðir staðlar þá fara eftir samhæfðum stöðlum. En áður fyrr þá voru lögum brunavarnir sem náttúrulega gildi auðvitað ennþá en byggingarvörur voru og eins og til dæmis brunahólandi hurðir þær voru skoðar á grundvelli laga brunavarnir. Og ég með myndir úr safni Mannvirkjastofnunar frá Steinari sem við vitum að þessar hurðir sem við verið að nota bæði þessar sem við smíðar á Íslandi og aðra þær hafa bara staðið sér býsna vel og þetta system sem var áður hefur bara verið ágætt. Það sem þetta hefur klikkað þá er oftast að það hefur ekki verið gengið frá þeim rétt eða gleymst að verið frauðað í staðins að steinull og svo framvegis. Þannig en nú erum við að fara inn í þetta evrópska kerfi sem við þurfum að aðlagast og vefurinn byggingavörur.is það er bara ágætis upplýsingar þar allt sem varðar byggingavörur og þessa samhæfðu staðla. Og staðin sem við ætlum að spjalla bara mjög stutt það er samhæfðu staðall hurðardórsets eða hurðir og hurðarumbúnað sem er 16.034. Áður var gamli staðall 16.34 sem var bara hurðarspjaldið sjálft en núna er þetta samhæfðu staðall sem tekur til hurðarinnar og með öllu tilheyrandi og ef það er gluggi við hliðina og svoleiðis þá er þetta allt raunverulega fer allt sama prófið. Og þessi staðall, hann tók gildi 2015 þegar það var gefinn út heima 2015 en það er aðlögunartími í staðalögunum og þessi aðlögun hún er fram til eða út október 2019 og þess vegna þarf Mannvirkjastofnun núna að fara að kynna og segja öllum frá þessu og til þess að menn viti þegar þetta tekur að fullu gildi og eftir þann tíma þá verður engin brunahurð sett upp sem ekki CE-merkt nema ég ætla aðeins að fara yfir sérsmíði eftir svona sérstaklega en þá þurfa allar brunahurðir að vera CE-merktar með réttum merkjum og það raunverulega mun bara einfalda vinnu byggingafulltrúa töluvert því að það er mjög erfitt og hönnuða líka þeir eru að fá alltaf hinar þessar upplýsingar hinar þessar hurðir frá þessum mismunandi löndum eftir mismunandi prófunum og svoleiðis þannig að að þessi staðall taki gildi ætti raunverulega bara auðvelda okkur öllu lífið ef eitthvað er en setur smá skorður fyrir íslenska framleiðslu. Þessi staðall, þegar það er komið saman staðall þá er hann skyldubundinn en ég ætla nú aðeins að fara yfir þetta og það er merking á brunahurðum að þá er það þannig, ég ætla að sýna ykkur hvernig staðallinn þegar þið skoða þetta sjálf hvernig CE-merkingin á að birtast á miðanum og svoleiðis að við viljum náttúrulega áfram þær þurfa að vera, við viljum setja þær kröfur að alla brunahurðar verði merktar og það verði á bakhandi hurðar eins og hefur verið en svo eftir að sjá þegar menn fara að framleiða eftir þessu staðli hvort allir hurðarframleiðendur verði með nógu góða merkingar og í viðauka í staðlinum þá er þessi mynd og þá sjáum við að það er CE-merki kemur efst og síðan tilvísun fyrir CE-vottunina og síðan kemur allt fyrirtæki næst og síðan kemur á grundvelli hvaða staðall, hvaða Evrópustaðall þessi prófun er gerð, hvaða samhæði staðall
og þá birtast fyrir brunahurðir 16.034 og þá er þetta sett upp eins og hér, þá getur hurðin verið sem sagt, hérna sjáum við að hún er E90, E60 og hérna E290 og það getur verið hérna sem sagt, eins og við vitum að þetta E1 og eins og er í veggjum og E2 þetta er ekki sama tala þá myndi þetta að líta svona út sko. Ég hef ekki enn síðan eina hurð þingað hér á heima sem hefur verið gerð eftir þessu staðli og sennilega eru menn svona bara að klára þetta ferli þessi stóru hurðaframleiðendur. Þannig að ég hef ekki síðan eina hurð ennþá svona í praxis eftir þessu. En þetta er sem sagt að koma og við þurfum að vera undirbúin undir þetta. Að vita af þessu og benda okkar kúnnum, en þið þurfum að benda ykkar kúnnum á þetta að sé þessi stað og aðlögunartíminn sé hérna að renna út og þar alveg þurfum við að huga því að hafa sem sagt CE-merktar hurðir eftir samhæfum staðli og sérstaklega eftir við munum miða við við Steinar vorum bara að sammælast það að miða bara við 1. nóvember. Þetta er svona með aðeins misjafnt hvernig við túlka þetta hvort það sé í byrjun í enda okt eða byrjun október, en við munum miða við 1. nóvember. Eftir það eigi ekki að nota sem sagt nema að hurðirnar séu komnar í eða sem sagt húsið sé komið á byggingastað, þá er spurning hvernig það er túlkað sko. Best er að fara aðlagast þessu. Svo spurning hvort það verður ekki brunaútsölu af svona hurðum sem eru ekki með CE-merkingu núna bara næstu og þá munir alltaf íslenski verktakar örugglega nýta sér ef þetta ekki var rétt þannig að það er gott að hafa þetta bara í huga að vera með þetta þetta. En þá er það spurning með sérsmíðina. Hvað verður framleiðslu á brunahólandi hurðum á Íslandi eftir að samhæfðu staðaldum brunahólandi fengu gildi? En sem sagt allar brunahólandi hurður þurfa að vera CE-merktar í samræmi við EN 16034. Og ef íslenski framleiðendur ætla að fjölda framleiða brunahólandi hurðir þurfa þeir að fara í gegnum CE-merkingu í samræmi við EN 16034 eins og aðrir þó þeir hyggist ekki útflutning. Það skiptir raunverulega engu máli hvort þeir ætla að flytja vörur út eða ekki. Þannig nú erum við bara í sama kerfinu á Evrópa og verður ekkert eitthvað sér íslenskt þar sem við ákveðum hvaða hurðir eru í lagi hér heima. Starfsmenn Mannvirkjastofnunar vinna að nýju verklagi sem tekur þó gildi í október og endanlega 1. nóvember. Og það er engin prófrannsókn á Íslandi og ekki útlit fyrir að slíka aðstæður sett upp, enda bara við allt og lítið samfélag, það aldrei. Og því þurfa þeir sem hyggjast á fjöldaframleiðslu að fara út fyrir landsteinina. Og ástæða fyrir ég líka að ræða þetta í þennan hóp er að það er mjög líklegt að margir hurðaframleiðendur í Íslandi munu hafa samband við ykkur ýmiss konar ráðleggingar. Og þess vegna í varðandi þetta sko. Því að í lögum byggingavörur í 3. kafla þá er talað sko byggingavara sem fellur ekki undir kröfu CE-merkingu og það er þannig að byggingavörur sem er sérframleidd í einstökum tilvikum eða sérsniðin að tilteknum þörfum eftir sérstakri pöntun á grundvelli hönnunargagna sem samþykkt hafa verið af útgefanda byggingaleyfis í samræmi við ákveðið laga mannvirki og varan sett upp í einu tilteknu mannvirki af iðnmeistara sem ber ábyrgð á þeim verkþætti samkvæmt ákvæðum þeirra laga, þá á þetta ekki við, þess að það er hægt að vera með sérsmíði. Ef þú er með sérsmíði, þá er hún undanþegin CE-merkingunni. Jú, en ég er einmitt að reyna að finna hvar við, hversu langt ætlum við að teygja þetta út af því að við erum líka háð einhvers konar eftirliti frá Evrópu, þannig að við getum ekki svindla algjörlega á þessu. Og þá, ef við skoðum þetta þá, á grundvelli hönnunargagna sem samþykkt hafa verið að útgefanda byggingaleyfis, það er hönnunargögn þurfa að spegla þær kröfur sem gerðar að vera á uppdráttum, til dæmis brunahólum 237 sem, einhverjar kröfur sem settar eru fram af hönnuðum. Og hönnuðurinn þarf að sýna fram á að hurðin sé jafn góð eða betri en hurð sem framleidd hefur verið eftir staðlinum og með tilhýðilega CE-merkingu. Og það er ekki meiningin að sérsmíði sé eitthvað ódýrari, hún er raunverulega áallt að vera dýrari. Það er dýrari kosturinn að sérsmíði eitthvað heldur en að
taka hilluvöruna. Og það verður engin afsláttur. Þannig að ef þú ætlar að vera með einhver sérsmið á Íslandi það stendur ekki til að það eigi verið eitthvað slakari hurðir eða eitthvað slíkt. Og senda þar fullgilda hurðateikningu, útlit, snið, efnislýsingar, festingar og frágang og ítarlega framleiðslu og efnislýsingu og allar upplýsingar á hurðina ásamt upplýsingum tengdan búnað og íhluti sem skal vera viðurkenndur og sémerktur eftir því sem við á. Þannig að þetta bara eins og sjálfur sér ekkert frábrugðið því að hanna steypta loftplötu eða eitthvað, þá ertu að skilgreina steypuna og þú ert að hafa sémerkt járn og svo framvegis. Þú ert að setja skilgreina allar kröfur og það með hurðina í sjálfur sér sambærilegt, sko. Og sett upp í einu tilteknu mannverki. Það ekki mögulegt að framleiða í mörg verkefni án þess að afhenda tilhýrleg gögn í hvert sinn, jafnvel þó sami framleiðandi hafi margoft lagt inn gögn hjá sama leyfisveitanda og hann telji sig þekkja vöruna. Það mun ekki ganga að vera með fjöldaframleiðslu á fölskum forsendum, því að það er einfaldlega bara haft eftirlit með okkur. Þannig að það mun ekki ganga, sko. Þetta mun alveg klárlega hafa einhver áhrif og ég spurði kollega mína á Norðurlöndunum hvernig þetta væri og hvort þeir eru ekki áhyggjur af þessu. Og það er mjög mismunandi. Til dæmis eins og í Finnlandi þá hafa þeir verið að láta þessi innlendu framleiðendur senda í gerðaprófun. Þar sem að hurðirnar eru prófaðar hjá þeim, þannig að þeir voru komnir það langt og þeir eru búið að prófa hurðirnar, þeir voru að prófa eftir sömu kröfum. Þannig að þá er svo lítið mál að fara alla leið og fá C-merkingu. En maður sé fyrir sig að lítil verkstæði og aðilar í Íslandi munu aldrei hafa þá burðið að fara í slíka framleiðslu. Út af því að þetta er einfaldlega bara eins og flókið og það er alltaf gæðaferlar og annað í kringum þetta. Þetta kannski hendar ekki að framleiða svona, þetta er ekkert annað en sérsmið í raun og veru, sko. Mælir ekki með að kaupa litla framleiðslur af hurðum núna? Eða framleiðslu fyrirtæki og mælir ekki með því? Ég mæli ekki með því. Já, skil. Ég er ekki businessmaður, sko, ég væri víst að gera það, sko. Ekki með að sameina nokkur. Já, en það er eitt með hvort að margir getur tekið sér saman eða eitthvað svoleiðis. Samþjöppun. Og svo, en ef við klárum að fara í gegnum þessar kröfur sem eru í lögunum byggingavörur sérsmíði, þá er að setja upp að iðnmiðstara sem bera ábyrgð á þeim verkþætti samkvæmt ákveðnum lagumannvirki, að framleiðandi bera ábyrgð á uppsetningu og því hér verið að tala að iðnmiðstara sem setur hurðina upp í nafni framleiðanda, ábyrgð framleiðand er algjör, sko. Þannig getur framleiðandinn ekki fengið aðra verktaka til þess að setja upp hurðirnar sínar og skilt sér á bak við takmarkað ábyrgð. Það er í þessum kröfum sérsmíði, miðað við að sá sem sérsmíði, hann gangir á vörun alla leið. Og svo er spurning hvaða áhrif er þetta á okkur, sko, á hönnuði og svoleiðis, og hvernig verður þetta kynnt og hver á að fara yfir þessar teikningar til þess að tryggja að það uppfylli kröfur. Það er líklegt að sérsmíði á brunahólandi hurðum verði slakar eftir þessa breytingu. Það er að segja að þetta fari ekki lengur til Mannvirkjastofnunar til þess að kíkja eitthvað á það. Og hverju megi að leggja fram þessar teikningar. Ég held að það hefur áhrif á hönnuði að þeir eru eftir að fá fullt af fyrirspurnir núna frá allavega framleiðendum hvort að þeir geti aðstoða við að fara þessa vegferð, að útbúa sér gögn og svo þau eru búin að útbúa gögnin, þá getur verið að þú þurfir það sé raunverulega tiltölulega lítið mál að breyta bara setja bara nýja adressu. Ef þetta væri framleitt í Skúlagötu 21, þriðja hæð eða önnur hæð, þá væri bara hægt að skilgreina hvað margar hurðir, gera einhverja yfirlitsteikningu og svo kemur bara upp rútína yfir hverju einustu hurð. Og svo næstur þú framleiðir í eitthvað annað verkefni, þá getur raunverulega breytt bara adressunni og ertu raunverulega að nota kannski sömu framleiðslu og sömu hönnun aftur. Alveg sem menn gera þeir eru með búin að hanna eitthvað einu sinni, þá taka þær aftur sömu teikninguna og bara breyta heimilisvanginu og nota það aftur. Það er sjálfur sér ekkert tíð til fyrirstöðu. Og svo er lögfræðingar eftir að fjalla það betur hvort það sé hægt að vera með undirverktaka. Þannig að ef þú smíðar hurðinni í Reykjavík og ætlar að setja henni upp á Húsavík, hvort þú þurfur að senda mannskap með henni. Og þetta verður auðvitað íþyngjandi og það verður auðvitað auðveldara að vissu leyti að taka bara sémerkta hurð. En það er líka ekki hægt að verja þessa framleiðslu út í því óendanlega því að líka eru söluaðilarnir sem eru að flytja inn hurðir, þeim eru auðvitað að fylgjast mjög vel með og passa að íslensk framleiðsla sem er samkeppni við þá að
Skari stendur ekki. Þannig að Það ekki hönnunarábyrgð á hurðinni? Jú, það hönnunarábyrgð á hurðinni, eða framleiðandinn, hann með hönnuð á sínum snærum og leggur fram bara, ég bara fullir það, hann gerir bara svona eins og við erum að fara fram og notaði þessi yfirlýsingu sjálfur sér, hann bara fullir að þessi hurð er í lagi. Það er ekki alltaf að vera hönnuð, Það sem að leggur í hverju ekki verki. bara framleiðandi, þetta er hönnuð. Jú, og það er svo spurning hvernig þetta verður framkvæmt. Þú veist, hvort að við munum, sem sagt, ég segi ekki fyrir mér að það verði þannig að hver og einn, eins og menn voru að tala um, ok, er það ekki þannig að brunahönnu viðkomandi byggingar, hann þarf að fara yfir alla hurðirnar. En það er frekar að einhver hönnuður skoðar með einhver framleiðanda og fer yfir með honum hvernig þetta sé gert. En í sérsmíði þá er hönnunar ábyrgð samkvæmt okkar reglum. En það er svo spurning okkur, það er rétt. Þetta sem sagt kalla á að aðalverðinni sértekningar hjá viðkomandi byggingar. Já. Og það er ákveðið eftirlit það. Já, og þá er það spurning einmitt og með slökuðina hver ætlar að fara yfir þessar teikningar og verða þetta lélegri hurðir eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það eigi ekki vera neitt lélegri og við ætlum að Mannvirkjastofnun, hún ætlar að kynna þetta nýja fyrirkomulag strax á næsta ári og þessi liði núna nota þetta ekki að ræðum þetta, það er bara fyrsti liður í því að viðra þessar hugmyndir og minna á þetta. Og stefnir að því útbúða sérstakann gátlista fyrir sérsmíða brunahólandi hurðir sem bæði hönnuðir, framleiðendur og eftirlitsaðilar geta notað til þess að tryggja góða brunahólandi hurðir. Gátlistin okkar er bara til þess að minna á öll þessi atriði. Við þá erum að svipa og við höfum verið að gera með þessar hurðir hafa komið inn á Mannvirkjastofnun. Það er farið í gegnum prófarnar og allt nákvæmlega og fundið út hvort hún sé, skjöl séu í lagi og svo er þetta gefið út. En þessi vinna bara flyst til, en með því að hafa góðan gátlista þá auðveldar yfirfræðalum og hönnuðum og öllum að fara á stað og við ætlum að hafa hann tilbúinn sem sagt á næsta ári áður en þetta kemur að þessu. Já. Hvernig sérður fyrir þér að framleiðandi getur búið ákvæða á þessu? Á uppstillingu. Það er eiginlega, það er eftir að skoða þetta aðeins í lögfræðilegu tilliti, en það segir að sérframleiðsla sé bara þegar hann ber ábyrgð á þessu alla leið. Það er eins og Evrópu-apparati virkar. Og svo segir að fara skuli eftir reglum í hverju landi fyrir sig og þá kemur inn hann á hönnunar ábyrgð eins og í Íslandi. En það er rauninlega fer þannig fram að hann verður sjálfur að fara að setja hann upp eða hafa einhvers konar spurningir má það vera undirverktaki sem hefur fengið þjálfun eða eitthvað svoleiðis. Þegar málið er að þegar þú með séuverta vöru og kaupir hilluvöruna, þá eru mjög góða leiðbeiningar sem fylgja því. Hvern átt að setja hann upp, hvern átt að skrúa hann í vegginn og allt nákvæmt og það er bara mjög slanga kröfur það. En þegar þú með sérsmiðina, þá myndum við standa svona leiðbeiningar á en aðalatrið er að koma í vegg fyrir það að menn geti eitthvað bent hver á annan og vísa ábyrgðinni frá sér. Ég held að það sé markmiðið eins og. Ég var eiginlega með sömu spurningu bara í hverju þessi ábyrgð felst. Ef ég sem, þegar nú er ábyrgð eigandi getur ekki fyrir að segja ábyrgð. Þannig að ef hann, setja þessa hurð í og fæði einhvern verktaka í þetta og svo kviknar í daginn eftir og hurðin nýleikur og alltaf getur rétt, hvað þýðir ábyrgð hennar og eins og vitlaus? En þú ert að tala núna ekki sémerkta vöru. Ég meina þessi sérsmíði og hún fær þessa hönnunarábyrgð og framleiðsluábyrgð. Í hverju felst þessi ábyrgð? Ég meina, er hann að tryggja bara að hlutinni séu rétt gerðir eða er einhver trygging á því að hurðin haldi eld? Hvað bóta kröfu eitthvað dæmi, hugsa ég því að nú er þetta mikið dýrari vara og allt rosa fínt og flott. Já. Og er ég þá sem húseigandi að kaupa mér einhverja tryggingu með því að borga fyrir alla þessa hönnun og allt þetta dót? Hvað liggur þetta? Ég held að verði, eins og ég er að sjá þetta fyrir mér, að það verði líklega þannig að þessir framleiðendur sem ætla að vera áfram og vera með einhver sérsmíði, að þeir ráða til sín hönnuði til samstarfs og vinna með þeim að svona gögnum og svo munu þeir auglýsa sig að þeir taka þessi sérsmíði og svo kemur bara að því að þú hringir og segir ég er með eitt hús og ég ætla að fá 5 hurðir í þetta hús. Og þá spurðu þau bara í hvaða flokki við getum selt 30 og 60 hurðir, mínútnahurðir og þá gefa þeir út teikningar fyrir þetta hús og bjóða þeir tilboð í þetta með sína hönnuði sem eru búnir í einhver forsamráði við.
og búið að fara í gegnum og það allt, sem sagt, og svo náttúrulega með votta gæðakerfi og svoleiðis, eins og þeir sem eiga að vera með í byggingariðnaðinum. Og þá farið í gegnum það að allir íhlutur og allt sé rétt í þessu. Þetta raunverulega bara samsetning á þegar vera að nota þekktar vörur í þetta. Það vera ákveðin einangrun og ákveðið, sem sagt, og það vera að raða þeim meira saman. Kemur þetta til með að komast til skil að til dæmis til menntakerfisins þar sem nú til dæmis var allavega þannig í gamla daga að þeir sem voru að læra trésmíði á Vestfirði þeir voru látnir læra að búa til eldvarnarhús. Já, en það Þannig að spurningin kemst að þið skila þangað að þeir megið að hefða ekki lengur? En sko ég held að þetta muni breyta því þannig að það muni fækka, það muni færri verkstæði vera með þetta. Og við erum klárlega því að þetta það íþyngjandi, en við getum bara ekki, já. En það ég hefur ekki bara að huglega þetta sko. Einn pæling varðandi uppsetninguna væri hægt að fara sambærilega leið eins og skert til dæmis í ákveðnum brunanum eitthvað svoleiðis að framleiðendurnir myndu votta einhverja uppsetningaðal eftir að þeirra myndi gengið framtíð og þannig. Já, það svona pæling, það eitthvað sem það þarf meiri lögfræði sko heldur en að það bara pæli það raunhæft miðað við þessa Evrópureglur sem segir að framleiðandinn eigi að gera þetta sjálfur eða þetta sé hans nafni og hans ábyrgð. Ég ætla að segja það sem að þegar allir þetta leggja inn í aðal uppdrætti og síðan séruppdrætti þá kom einhverjir aðrir að leggja inn sérstaklega hurða uppdrætti. Já, ég held að taka ábyrgð á því í þessu verkefni. Það gæti orðið svolítið mikið konflikt við þá arkitekt til dæmis eða alhönnun byggingarinnar. Já, en þá voru að gera ráð fyrir því að sko hitt líka mögulegt að bara hönnuður í viðkomandi mannvirki fara bara inn og vinna þetta með og fara þá yfir þetta og skera sjálfur úr teikningarnar í einstaka verkum. En ef við hugsum við þetta líka því sem þetta í dag, þá það bara þannig að það skilgreinda kröfurnar og svo fer bara verktakinn og ræðir við nokkra trésmiður hver getur framleitt fyrir með þessa hurðir á ódýrsta verðinu eins og þetta í dag, sko. Og svo, þú veist ekkert raunverulega hvaða hurðir enda svo í húsinu. Þegar þú sér bara miða frá Mannvirkjastofnun sem gæti verið í gildi eða útrunnið fyrir 3 árum, eins og í mörgum tilvikum. Það sem sko og svo getur þú bankað í hurðina, en þarna getur þú fengið teikningar fengið að skoða teikningar og sé hverjir unnu með honum að þessu. En til þess að það verði svona raunhæft kostnaðarlega sér, þá held ég að verði að þessi fyrirtæki munu fá sér einhverja hönnun til þess að vinna með sér. En það getur verið að vinna gögnin og svona búa til hana struktúr í upphafi. En svo kannski bara hvernig þetta þróast, sko, það kannski eitthvað sem við ætlum, eða Mannvirkjastofnun kannski skiptir sér ekki að, svo lengi sem þetta sé einhver sem leggur þetta fram, eins og reglurnar okkar gera kröfu í sérsmíð. Mér finnst synd að það megi ekki fjöldatframleiða hurðir eftir þessu verklagi vegna þess að ég hugsa þetta með því að framleiðandi beri ábyrgð á uppsetningu. Ég held að þetta verði betra en stór hluti af þeim hurðum, brunahólfandi hurðum sem við erum að eiga við. Því að það er mikið fúsk í þessu. Það er mörg tilvík þar sem við erum komin í lokaúttektunum og látið aðtöða hvað ekki gerir eftir að bara vantar einangrun eða þá að það hefur verið fröðað eða eitthvað svoleiðis. Og það er auðvelt að fela þetta, þannig að þetta er auðvelt. Og síðan eru þessar blessuðu leiðbeiningar sem enginn les. Og ef einhver vill lesa það, þá er það kannski á þýsku eða eitthvað svoleiðis. Það er ekkert eins og þessari innflytjendur hérna séu bara með eitthvað einfalt að skýra og góða leiðbeiningar á íslensku. Nei. Þannig að þetta er bara ég vekja athygli á því að þetta er umfangsmikið fúsk í þessu. Já. Og þá ertu að bæði í íslenska framleiðslu og innfluttar. Það er bara einhver sem setur þetta upp, misgrandvarir og misreglunars. En málið er að þegar þú kaupir svona CE-merkta vörur, þá eru mjög stranga kröfur á leiðbeiningunum uppsetning. Þannig þá færðu. Já, en við þyrftum það er svona við þurfum að skoða, sko, til dæmis eins og með nothæfisyfirlýsinguna og annað, þá er hægt að fara fram á hún sé á íslensku. Og þannig að það er eitthvað sem þarf bara aðeins að skoða hvort að Steinar, hvað segir þú það, að leiðbeiningar séu líka þýddar á íslensku, hvort það fara fram á það, er hægt að fara fram á leiðbeiningar líka?
Byggingarvörur segja til það að leiðbeiningarnar frá framkvæmdandi eiga að vera á íslensku uppsetningu. Já. Svo okkar að fylgja þið eftir og þá kem ég þetta eiginlega... Þannig að heppnir þetta er alltaf Chinese export, sko, heppnir þetta síkert. Já. Þá komum við að þessu, markaðseftirlitinu. Þannig að Mannvirkjastofnun hún mun sinna markaðseftirliti með brunavörutölum. Það í okkar hlutverk. Og vinna mun færast til þar sem stofnunin mun ekki lengur fjalla umsóknir staðfestingu og nothæfi brunavörutölum hurða áður en sala eða framleiðsla þeirra hefst. Þar sem CE-merking á grundvelli samhæfðsstaðals tekur yfir samþykki í hverju landi fyrir sig. Þannig bara færsla á vinnu. Þannig að við höfum áfram að vera í þessu sko. Og nýtt verklag, það auðveldar flæði og vöru innan Evrópu og það markmiðið með þessu. En þetta setur þá ábyrgð á verktaka og hönnuði að þeir kanni vel upplýsingur um vöruna áður en hún keypt og sett upp. Vegna þess að þá ekkert þannig, en það svo sem í dag. Það mjög algengt að við fáum umsókn einhverja hurð þegar það búið að setja hérna upp í 5-6 húsum í miklu umfangi. Þannig að það ekkert verið hvort þetta hefur verið svolítið brotalum á þessu nú þegar sko. Og þá kemur byggingafulltrúi og segir, heyrðu, ég vil fá staðfestingu og þetta sem ekki CE-merkt vara og þá á hún að koma eins og þetta í dag núna, á hún ennþá að koma til okkar til umfjöllunar. Og þá búið að nota hana og hún kannski eftir lagi en hún hefur ekki verið, það hefur ekki verið sett til okkar til umsagnar. En ég held að þetta nýja kerfi verði bara ágætt sko. Það að segja að hafa þetta mun örugglega valda því að minnkar framleiðslan hérna heima. En já. Glæru sem þú varst með Grænfeld. Já. Það þarf hugverkarsbreytingu og byggingarplansu. Já. Já. Og markaðseftirlitið, það ekki að fara að láta þetta virka af því að framleiðendur og verktakar ábyrgð á þessu og þetta. Já. Sko, ef það einhver viðurlög í fúski sem býta, þá ná ekki það. Já. Það Svo þetta eitt sko, hurðin eitt og svo líta menn og lokun og búin að þessi mann. Já, en nú það sko þegar þetta orðið doorsets, þetta orðið eitt kombo og það kemur... Svo þetta sett upp í byggingu, svo kemur einhver aðeins og það orðið slökkumma. Þá fara í bík og kippar eitthvað og hendur. Já. Og þá það eins og fyrir okkur eftirlitsaðilana að fara byggingar og vera að taka út og kíkja á baku hverja einustu hurðarlóðuna. Þarna þarf að samhæfa eins og með merkingar og annað, það séu alveg skýrar á knúsjálfbúnaði. Já. Það kemur inn á þessu, þá mun koma allar upplýsingar hvort hún eigi að vera sjálflokandi eða ekki og svoleiðis með reykþekkingar. Já, svo þetta skoðar hurðuna, þegar það búið skipt hurðarlóð eða lokunarbúnað. Þá að vera einhver ákveðin staður sem að bara þessi merking á að vera klálega. Já. Af því að ef þú ferð að eyða tíma í stórum húsnæðum svona. Já, ég þegar byggði húsi og það sem er svona mix yfir átt sér stað eftir og það örugglega mjög erfitt að finna út úr því sko. Og verður áfram sko, gríðilega snúið sko. Þeir menn bara, fyrst og fremst þið myndu tekka á þessum miðum sko sem væri á hurðunum. Það fínum viðar á mörgum hurðum sko, þeir alveg samvinsku svona það. Já, en hérna sko, það ákveðið sem að fara inn í þetta, það mun örugglega minnka svoleiðis, það að segja að það þetta